Hæ, Hildur. Ekki svona mikil sól og sæla hjá ykkur eins og mér? Algjör stemming í ágúst. En ef við spáum aðeins í Íslandi í janúar, þá ekki nákvæmlega sama í gangi. Förum aðeins þangað. Það meira svona, það kalt, það dimmt og rok, jafnvel rigning eða snjór eða allt í bland. Og þá væri ótrúlega næs að komast aðeins í burt af landinu, það ekki? Við höfum öll búin að heyra Kanari, en ég veit ekki alveg hvort við séum öll búin að fatta nákvæmlega hvað gengur út á. Ef við erum búin að skoða flyerinn og þetta hljómar allt rosa vel, en allt í einu þá bara smalli eitthvað í hausnum á mér og ég var bara, af hverju erum við ekki öll að tala um þetta allan daginn? Af því að mér finnst þetta einstakt tækifæri fyrir okkur öll til þess að komast út og upplifa svona Herbalife frí og það sem því fylgir. Venjulega til að komast í frí þá þurfum við að gera 60 til 70.000 punta og verða aktív völdtím og flest þá bara svona afskrifa okkur mjög fljótt og höfum enga trú að við munum ná því. Og ég var sjálf að ná í fyrsta skipti að komast í svona frí á þessu ári og þvílík upplifun. Vera bara koma þarna og það allt innifalið og það algjörlega að hugsa um þig og þvílíkt dekur. Og allt sem heitir áhyggjur og ótti og vesen og vandamál bara getur maður skilið eftir heima og verið bara þarna að njóta sig til fullnustu og fá svona bragðið af því hvað fylgir því að lifa Herbalife lífstílinn og hvert getur maður farið í framtíðin með þetta fyrirtæki. Og það eitthvað sem maður verður svolítið húgt á. Og núna þetta Active World Retreat í Kanari fyrir Norðurlöndin trúi ég að sé allra besta leiði fyrir okkur flest til þess að fá þessa tilfinningu og upplifa. Því það sem við þurfum að gera, við fáum þarna 4 stjörnu luxushótel með mat og öllu innifalið, 4 dagar, pluss að það þjálfun með einhverjum topp dreifingaraðalum í Herbalife heiminum og þetta verður frekar lítið, þetta bara fyrir Norðurlöndin, þannig að það verður mikil svona nánd og mikið tækifæri til þess að kynnast hinum leiðtogunum og eiga góðan tíma. Og það sem við þurfum að gera fyrir þetta allt saman 14.000 stig núna ágúst, september, október, nóvember sem að meðaltali þá í kringum 3.500 stig á mánuði og verða aktív völdtím. Og núna þessi tími, einhverjir eru búin að ná skilurunum en aðrir geta nýtt sér þennan besta tíma ársins, hausti þar sem allir að fara aftur á stað, fara á eftir þessu, ná þessum 14 stigum, fá allt innifalið. Allir sem verða aktív-völdin komast mega mæta til Kanari en að geta fengið allt frítt hljómar rosalega vel. Og með því að fara á eftir þessu og hjálpa ykkar fólki að fara á eftir þessu að þá það að fara að búa til 500 royalty-stigin ykkar og aldrei að vita að fyrirtækið hafi 2-faldan mánuð til þess að hjálpa upp í 10 stig fyrir aktív-völdin. Þannig að þetta alveg ótrúlega frábært tækifæri, 14.000 í staðin fyrir ég veit ekki hvað. Þannig að ég trúi að þetta sé tækifæri fyrir okkur flest til þess að upplifa eitthvað einstakt. Og svo fyrir taptím sem að verða aktív völdtím og klára þessi 14 stig, að þá líka hægt að vinna sér inn auka ferðabónus með því að auka royalty stigin sín 20%, að þá getum við fengið auka $850 í ferðastyrk. En allir sem að verða aktív völdtím fyrsta skipti eru að fá $500 auka bónus. Þannig að mér finnst þetta ótrúlegt, eitthvað sem við ættum að vera að tala um allan daginn, því að allir geta þá komist í frí til Kanari og upplifa eitthvað magnað sem að mun klárlega sá einhverju í svona hjarta okkar til þess að við sjáum betri draum, stærri draum og virkilega út af hvað þetta allt gengur. Þannig að bara farið eftir þessu og gangi ykkur sem allra best.